Já, rannsóknin sem ég vinna núna áframhaldandi rannsókn á innleiðingu Árósarsamningsins sem að Ísland fullgilti fyrir nokkrum árum og það mjög merkilegur og mikilvægur samningur sem að fjallar aðgang almennings að upplýsingum umhverfismál, réttindi almennings til að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem varða umhverfismál og rétt almennings til að fá ákvarðanir endurskoðaðar á þessu sviði. Þetta í raun og veru framhaldsrannsókn. Ég hef verið að skoða innleiðingu samningsins alveg frá 2011 en hafði byrjað aðeins áður og kannski fyrsta stóra rannsóknin var í raun og veru lítil bók sem var gefin út 2008 eftir mig og Eirík Tómasson, prófessor, þar sem við fórum yfir og reyndum að skýra allan samninginn og þar sem við mátuðum hann þá við gildandi rétt. En síðan hefur rannsóknin haldið áfram með örlitlum hléum og það sem ég hef helst verið að skoða núna það möguleikar almennings og frjálsra félagasamtaka sem vinna á sviði umhverfismála til þess að fá ákvarðanir endurskoðaðar og líka ákveði fyrirbæri í samningnum sem varða réttindi þessara sömu aðila til þess að knýja stjórnvöld til þess að taka ákveðnar ákvarðanir eða bregðast við. Þessi rannsókn mikilvæg fyrir samfélagið í heild sinni vegna þess að umhverfismál og ásættanlegt ástand umhverfisins eru almannahagsmunir og hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og allar þessar meginreglur sem að umhverfismálin og umhverfisréttur hvílir á, þær ganga út á það að vernda almannahagsmuni og tryggja það að almenningur geti haft aukinn tækifæri til að hafa beinlínis áhrif á ákvarðanir og hluta því líka þá geta endurskoðað hvað stjórnvöld að gera.